Já, þetta salfur og þetta kynning á GIMP og ég líka að prófa forrit á Ubuntu 15 sem heitir Record My Desktop og það þetta forrit sem ég með í gangi og ég að taka upp, svona þetta virkar svona svipað sem Camtasia og ég hérna búin að setja inn í GIMP myndvinnsluforritið mynd sem með opnu höfundarleyfi og svo ætla ég að nota hana sem sýnishorn til þess að sýna hvað við getum gert og ég ætla að byrja að skera hana til og ég ætla að hafa hana svona bara ferkandaða, svona svipað eins og ég væri að nota hana í Instagram eða einhverju svona forriti sem að ég nota ferkandaða myndir og ég ætla að fara hérna á utan snýðing verkfærið og ég ætla að stilla þetta á sem sagt lengd og breidd jafn stórt, sem sagt 400 tvípunktur 400, þannig að þá alveg sama, sko svo fer ég út í myndina og þá ég komið hérna með ferning og alveg sama hvernig ég dreg hann til þá þetta alltaf ferningur, hann alltaf í þessum hlutvöllum og mér finnst þetta svona svolítið sætt að hafa myndina svona, bara hafa hana svona og svo ýti ég á enter og þá ég búin að skera þessa mynd til og núna ætla ég að nota þessar síur sem að ég með sem ég hlóð inn með, ég finnst það voða skemmtilegar, eina sem heitir Gmig hérna og sýna ykkur hvernig þær virka, að hérna myndin svona uppröðlega og svo get ég breytt inn á ýmsa vegu og ég ætla að fara hérna í Artistic svona því það svona skemmtilegt og ég sé alltaf hvernig hann breytist ef ég smelli að kemur smá tíma að þið sjáu að ég get sett svona ýmsa effekt á myndina það fara bara svona í gegnum nokkra þeir svo opbóðslega margir að ég get ekki farið gegnum alla en þetta til dæmis kartún og hérna geti ég svo breytt ef ég vildi ekki hafa þetta svona eins þykkt þá geti ég breytt hérna þetta nú kannski átt að vera í hina áttina svona það fleira margir aðrir áhrif sem ég get notað og ég ætla að sýna ykkur nokkur af þeim sem ég finnst svona fallegir að nota þegar maður að búa til svona námsefni sem að þyrfti að vera skýrt eða eitthvað sem að ætti að koma á vef ég nú oft með eitthvað þannig efni en það henda náttúrulega mismunandi effektar eða áhrif henda því sem maður að gera ég ætla að fara hérna í ég get ekki sýnt ykkur allt þetta ykkur svo langa tíma ég ætla að fara hérna í Graphic Boost mjög svona skemmtilegur effekt til þess að skemmtilega áhrif til þess að fá svona skarpa mynd og grafík novel ef við ætlum að búa til bók til dæmis teiknimyndasögu getum við notað svona effekt, svona áhrif á alla myndirnar og ég ætla að segja hérna virkja og í lagi og þá myndin svona og ég ætla að láta gott